En með 5-1 á móti Þór, hvað tekur út úr þessu leik? Bara heilan helling. Það bara hvar menn eru staddir og að þessum yngri og Bjarni spilaði sína fyrstu 45, það var sterkt að hann fengi ykkur mínútur í skokkinn og þannig að það hellingur sem við tökum út af þessu. Einhver af þessum ungu sem svona nokkuð nálægt liðinu fyrst þér? Já, þeir hafa tekið miklu framförur vetur og þú veist það bara með hverju mánuðinum þá verða að fá sensinn til að við sjáum hvar eru staddir. Þannig að já, það alltaf, þeir færast nær og nær, það engin spurning. Og svona mánuður í mót, var þetta svona síðasti leikurinn sem að ungu leikmenn fá svona þennan virkilega séns? Já, við höfum farið fram og tilbaka yfir það, þú veist hvernig við höldum hópinn og svona núna að þetta náttúrulega svona miðri viku þannig að það slítur svolítið æfingu á vikuna. Ef við erum að taka þessar fáir sem eru klárir að nú þetta bara svona þétta raðirnar og halda sterku kjarta á æfingunum. Hefur staðreyndin að þetta inn í boga á þessu grasi, hefur það einhver áhrif á liðsvalið? Nei, þetta bara geggjað allur og það var ekkert, þetta var bara eiginlega svona skipulagið hjá okkur, hvernig við vildum hafa okkur svona síðustu vikundar þegar menn eru að tínast inn að þú veist, það hefur verið svona aðeins eða svolítið mikið bara að menn séu ekki klárir þannig að þá eru ykkur í dimmi og hér og þar þannig að núna erum við bara áttum okkur á því að styttist í mót og ætlum bara þétta raðirnar og halda hópinn og gera allt saman þannig að þetta var frábært upp á það að gera og geta á samanskapi haldið hópinn og þeir stóðu sér frábærlega hér í dag þannig að ég ætla líka að koma því fram að svona aðeins seguldan í seinni en í fyrri hálfleik þá sýndu margir að það býr hellingur í þeim. Hefur líka, þú veist, bara ég spyrir það því að þetta getur svona, kemur upp í hausinn á manni. Þeir eru að fara að mæta Þór í fyrsta leik, hefur það einhver áhrif líka á þetta? Nei, við hefðum, ef þetta hefði verið á svona eftir kannski 10 daga, það hefði bara komið með allt liðið og það hefði hentað þá öllum en eins og staðan var það bara hentað alls ekki öllum og þá hefði eins og við segjum slitnar æfingarveikan eiginlega öll út á undirbúning og hvað það gerir eftir og hvað hinni gerir og að við vildum þétta raðirnar og tóku á ákvörðun og veist að við verðum að taka þessa ákvörðun saman og leiði svona best með það þegar menn eru að tínast tilbaka þeir sjáum nú svolítið andliti ákvörðurum og það bara mikilvægt á þessum tíma. Þú veist, menn getur séð þetta sem einhverja vanvirðingu gagnvart keppninni eða Þór, þú sér þetta alls ekki þannig? Nei, þetta það ekki af því þetta ekki nálægt í að vera þannig það menn bara geta komið hérna á æfingasvæði og séð hvernig staðan er og bara séð hvað menn hafa eftir mikið og ég get sýnt þeim allir tölur og menn með að hafa hugsa hvað sem þeir vilja en við veitum alveg hvernig staðan er og hvað er best fyrir liðið. Við erum að gera okkur klára fyrir Íslandsmót. Þetta hluta af því. Mánuður mót, hvernig er staðan á mönnum? Þú veist, Jónatan hefur ekkert spilað. Hvernig verða menn heilir? Já, það er svona samkvæmt planið. Þá verða það kannski 1-2-3 sem allavega 2-3 sem verða kannski ekki klárir en resti verða klárir. Kitty og Patrik, hver er þriði sem verður ekki klár? Þú veist, það er svo sem ekki alveg vitað en Orri hefur náttúrulega ekki spilað mikið eða ekki spilað neitt og er að jafna sig eftir aðgerð líka þannig að það er bara að taka allt inn í mikið hvernig staðan er búin að vera í vetur og það er búin að vera svolítið jask á hópnum bara og verið svona erfitt að skipuleggja þessa leiki bara, það verður bara að segjast alls verður. En eins og Jónatan, er hann orðinn bara nokkuð heill? Já, það styttist í hann var ekki klár í að spila leik en það er ansið stutt í hann. Hvernig líst þið bara á, þú veist, ef allir eru heilir, er þetta hópurinn tilbúin, þarf þetta að fá eitthvað inn, þarf þetta að styrkja? Já, við erum, þú veist, alltaf með í því og erum alveg vakandi fyrir öllu sem er rétt fyrir okkur, það er engin spurning og við höfum reynt og það verður ekki virkað. En við höldum áfram að fá réttu leikmenn inn og viljum það er engin spurning en hópurinn sem slíkur er náttúrulega ógnarsterkur hópur. Kristófer Ingi, þeir eru búin að reyna við hann, viltu fá hann? Að sjálfsögðu, annars verðum við ekki að reyna við hann en hann er á samningi á öðru liði þannig að það er ekki alveg í okkar höndum svo sem hvernig það er einhverja samningaviðræður sem ég er ekki í þannig að það er bara hvernig það fer.
það fyrir einhvern veginn en svo erum við bara eins og ég segi, með augun opinn og það er vonandi eitthvað komið í gegn. Talaðu að Adam Páls hafi verið boðið í skiptum fyrir Kristófer. Hvernig staðan á Adam bara upp hjá Val? Er hann hluti af hópnum til framtíðar? Já, bara kjafta það því hann er búinn að vera frábær hérna í vetur með okkur í þeir leikir sem hann hefur spilað og bara hrikalega öflugur fótboltamaður, þannig að hann er ekki að fara neitt. Þess að kjafta að hann hafi verið boðinn í björn, það er bara bull. Já, það er bull, hann er ekki að fara neitt. Bara á dögunum fóru menn í frí til Spánar þegar það var átt að vera leikur til Völsungi, auðvitað gátu því ekkert gert í því. Þeir voru ekki til taks til að spila. Það var einhver smá gagnrýni á það. Fannst þér það bara besta stöðin að gefa menni frí? Já, það átti að vera leikur en við gátum ekkert gert í að sjálfsögðu, annars hefði ekki gert það. Og frí og ekki frí, það voru margir sem voru alla vikuna en einhverjir sem kannski voru hittan og þungan á öllu leikjunum fóru einhverjir í frí en hérna yfir höfuð þá voru menn hérna, það var meira bara svona sérþjálfun og menn í einstaklings svona bara því við þurfum að þetta þurfti að vera svolítið einstaklingsbundið til þess að koma mönnum á sem besta stað, þannig að frí og ekki frí, það voru flestir niður í Val allan daga. Það sýnir líka hvað menn vilja. Að lokum bara miklu léttara efni Ida að spila alvöru keppnisleiki, hvernig var að sjá hana? Maður var klökkur bara, þetta var æðislegt, þetta var alveg frábært. Hún er búin að vinna fyrir þessu og búin að vera í Bandaríkjunum núna í háskóla og búin að standa sig frábærlega þar, þannig að maður hefur svona verið að bíða eftir þessu tækifæri og hún nýtti það svo sannarlega vel og var frábær í þessu leikjum og það var hrikalega stoltur. Hún sagði frá því að hún hefði verið á æfingu með þér þegar hún fékk kallið. Hvernig voru viðbrögðin? Sástu það? Já, hann var þetta komin á óvörum, við skulum segja orðað þannig, og hún vildi eiginlega, hún voru nýbúin á æfingu, hún vildi eiginlega bara fara á æfingu aftur. Nei, auðvitað var það, þetta er frábært, þetta er búið að vera stefnan og auðvitað vilja allir verið í A-landsliðinu og tengdi því, þannig að þetta var mikill heiður og að fá kallið þarna í þessast 2 leiki var risastórt fyrir hana. Takk fyrir þetta. Takk hérna.